Orðadæmi. Ég ætla að vera með 5 ráðleggingar varðandi orðadæmi. Þessi listi er ekki tæmandi og margir kennarar munu orða hlutina öðruvísi heldur en ég geri hér í ráðleggingunum. Sumir myndu kannski sleppa einhverjum atriðum en aðrir myndu bæta við. En ég er með þessar 5 ráðleggingar svona byggða á reynslu minni sem stærðfræðikennari og ég vona að þau getur komið ykkur á góðum notum. Byrjum á ráðleggingu númer 1. Ég ætla að lesa glæruna. Lestu dæmið aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Það er allt í lagi að lesa sama dæmið oft. Hafðu nefnilega í huga að dæmin er oft skrifuð af 60 karlmönnum fyrir aðra 60 karlmenn að lesa. Þið eru 16 ára. Orðin geta því verið öðruvísi en þú ert vön eða vanur að nota. Og fyrir vikið er ekki óeðlilegt að við þurfum að lesa textan aftur og aftur. Nú oft er lesblinda eða athyglisbrestur að trufla einbeitingu þína. Reyndu þá að auka einbeitinguna, til dæmis með því að útiloka hávaða í kringum þig. Gæti verið með noise cancelling headphone, gætir þurft að króa þig af einhvers staðar þannig að þú gætir fengið frið með sjálfum þér til þess að lesa textan. Gæti líka þurft að fá smá hjálp gegnum lesblindurina hvað er verið að tala í dæminu. Hafðu í huga, dæmið er oft ekki flóknara en sem dæmið 2 + 2 = 4 í hugsun. Það er bara orðin sem flækja dæmið. Ráðlegginga númer 2. Teiknaðu upp skýringarmynd ef það er hægt. Veistu það, mynd hjálpar rosalega oft. Hvað hefurðu til dæmis oft heyrt setninguna að mynd segir meira en 1000 orð? Veistu það að það er satt. Þegar þú horfir á myndina á blaðinu þá sérðu oft lausnina. Hugur okkar vinnur nefnilega miklu betur með myndir en texta og oft skiljum við dæmið betur þegar við höfum mynd fyrir framan okkur. Og þá er líka auðveldara að koma með svarið. Ráðlegging númer 3. Reyndu að endursegja textann í huganum og notaðu þá þín orð. Dæmin eru rosalega oft orðið stutt og upplýsingarnar eru oft pakkar saman í stuttar setningar. Og það þarf stundum bara að orða dæmið upp á nýtt með lengri setningum, þínum orðum. Ég sagði hérna áðan að dæmin eru oft skrifuð á 60 karlmönnum fyrir aðra 60 karlmenn að lesa. 16 ára námsmaður notar daglega allt öðruvísi orð en 60 stærðfræðikennari. Auðvitað eru konur að semja stærðfræðibækur líka, en ég fór svona pínlítið í stereotípunar hérna. Stundum þarf hreinlega bara að þýða dæmið yfir á þitt tungumál, það sem þú notar daglega. Ráðlegging númer 4. Skrifaðu niður þær upplýsingar sem þú færð úr dæminu. Þú gætir litið á dæmið til dæmis eins og leikrit og þú ert að skrifa niður eða skrá niður hverjir eru persónur og leikendur í dæminu og hvaða upplýsingar tengjast þeim. Reyndu þá að vanda bæði skriftina og uppsetninguna því ef upplýsingarnir eru illa skrifaðar og jafnvel út allt blaðið þá er hætta á að við lesum það ekki rétt. Þristur getur allt í einu litið út eins og 9 ef maður skrifar þetta ekki nógu vel. Og þegar þú horfir á upplýsingarnar á blaðinu þá sérðu oft lausnina. Þetta hangir oft saman við mynd. Að þú sérð upplýsingarnar á blaðinu og þú er búin að skrifa það niður þá sérðu oft hver lausnin er. Síðasta ráðleggingin, númer 5. Það er nefnilega þannig að rosalega mörg dæmi eru unnin eins. Við erum kannski með 12 dæmi, 16 dæmi í runu og við erum rosalega oft að biðja ykkur að leysa sama dæmi aftur og aftur og aftur. En þau eru bara orðið öðruvísi. Ég segi hérna, ef þú skildir dæmið á undan, þá eru mikla líkur á því að þú skiljir líka dæmin sem koma á eftir. Það er bara orðin sem eru öðruvísi.